Já, góða kvöldið, kæru Íslendingar. Velkomin á Frelsi TV. Það sem hann vitleysan vellur og bullið skellur og allir eru voðalega reiðir út í mig eitthvað. Ég er ekki að sjá rautt. Já. Ég já, sorg að sjá ekki vídeóið þitt, Guðjón minn. Þú mátt koma hérna inn ef þú vilt. Þú ert nú með svona lykila bakdyrunum hérna í stúdíóinu hjá mér. En ég er að reyna að vera óbúslega jákvæður fyrir þessari heimsku sem að Íslendingar er að tjá núna. Dýpt heimskunar er óendanlega greinilega. Þau miður allt vitlaust að gera á Facebookinu hjá mér. Ég verð upptekin við það að fikta í henni. Og þið sem eru að koma hérna inn í, að þið vitið náttúrulega hérna er engin svona kastljós stíl. Og ég er ekki með svona skandinavíska heila þvottarstöð eins og reikin er á Skrúðjú. En ég ætla svona aðeins að sýna ykkur bara ganni hvað ég hef verið að tjá mig þessi mál. Þetta er náttúrulega yndislega börnin mín. Það er miklu meira áhuga á þeim heldur en allir þessu leikrit á Íslandi. Sko, rétt viðbrögð við skulum kannski byrja hérna aðeins neðar. Ok, byrjum á þessari mynd hérna. Þið vitið, kæru hlustendur, kannski ykkur nýir, að þið getið blokkað hérna við hliðin á vídeóinu eða undir vídeóinu, þar sem að ég get séð í beinni útsendingu spurningar eða skoðanir og svara við þeim alveg í þræl beinni. En þessa mynd hérna gerði ég 2009 eða 10 eða 11 eitthvað svoleiðis. Og ég man alveg eftir því að þessir vitringar sem að þykjast vera að koma fram með einhver merkilega fréttir núna voru allir fréttamenn í gegnum allt hrunið og allan ósóman. Hvernig stendur eru þeir allt í einu búin að sjá ljósið, þá þeir frelsast eins og Páll í Damaskus. Hvað er í gangi hérna aftur? Sko, þetta er nú það sem að harmagetunar gubbuði yfir mig með. Þeir sjá rautt, sko, þeir áttu ykkur að naut sem sér rautt er ekki viðræðu hæft. Þú ferð ekkert að segja við nautið, chillaða nú aðeins út, sjá, það er þessi litur sem er að gera það alveg sturlaða mann. Og nautið bara, nei, verða stangi rauða, verða stangi rauða, verða stangi rauða, verða stangi rauða. Og nauta þið vitið að elíturnar eru með þetta fettis eða með þetta blæti að sýna, nú eru 13 áhorfendur, það var ekki gott, vond tala. Einn að henda þeir út eða nýr að koma inn. Að elítan hefur þetta blæti að segja og sýna hvað þeir eru að gera. Ástæðan fyrir þeir gera það er að þá snýst karmað yfir á þig frá þeim í þeirra glæpaverkum. Og nautabaninn er elítan. Og þetta var á þessum tíma var elítan að sýna hvernig þeir vinna og hvernig þeir starfa. Og rauða flaggið er það sem er til dæmis í gangi núna. Og síðan eru þeir með alls konar fyrirtæki eða hernaðarkomplexin eða þeir eru með eitthvað Banks and Corporation, þeir eru með svona dót.
Þannig að í hvert skipti sem að nautheimskur lýðurinn hleypur í rauða flaggið, we the people, við fólkið, hérna nautheimska fólkið, þá fær það eitt sverð í bakið. Og þetta svona svolítið grunnur fyrir það sem að gerast núna. Þú ert sem sagt nautheimskur lýðurinn. Það þú. Þú ert ekki þessi gaur hérna. Og það sem vekur mér athygli núna sko í svona atburðum eins og núna, þá sér maður svolítið línunar, sko. Hver í þjóðinni, hver að vinna gegn þjóðinni og hver að vinna með. Þá ég að tala Íslendinga, þjóðveldis Íslendingana, eða orginal víkingana. Og það nokkuð ljóst að Brussel-hórurnar ekkert að vinna að góðum verkum. Ég tel að það séu 99% líkur á því að það verði púluð Úkraínu á morgun. Og það þýðir að það verða skotnir af leyniskittum, lögreglumenn og mótmælendur. Og síðan tala ég þetta að það er vont að fá kastljós í hausinn. Ég kannast við þessa mynd hérna, þetta er þegar í Truman Show var svona af hverju kom kastar úr himninum, kastljós, af hverju kom kastljós allt úr himninum, hvað gerðist? Og rétt viðbrögð við þessu skúbbi núna er að handtaka þessa Brussel-hórur sem vinna á skrúfjúum. Það er ekki vinnu fyrir okkar hagsmuni, þeir eru að vinna fyrir Brussel, ala Brussel-hórur. Og það sem er alltaf mest athyglivert í svona leiksýningum er það sem er ekki fjallað um. Og til dæmis hefur eitthvað gert grein fyrir því hvernig Reykjavík Media fjármagna sig. Reykjavík Media er sennilega það sem við köllum NGO, Non-Government Operators, með operation eða hvað ákallaða. Organization, já. Reykjavík Media er NGO, Non-Government Organization. Ég mun skipulega sniðganga ruglið í Stebba. En ég skal svara það, Stebbi, ef þú kemur með eitthvað að viti. Ég er ekki að svara fróðufellin í þér. Hlauptu bara í rauða flaggi, mér er skítsama. Sko, non-government organization er lykill í öllum kúum og skúum og þessu pólitíska brölti New World Order. Þá er NGO er lykillinn í því öllu. Þetta eru sérsveitir, NATO, og þetta er svona lið sem fær fjármögnun frá, já, svona má segja kannski bakdyramegin. Það er greinilegt að Reykjavík Media er fjármögnuð af funky sorsum, sko. Og það er nokkuð ég meina til dæmis af hverju hefur Frelsi TV ekki fengið 1,5 milljón til þess að gera eitt svona þátt? Ég meina, ég nú að vafstrast í ýmsu og fletta ofan á og með alls konar gögn og sem að þið hafi séð, sko. Ekki? Við kannski fengið 1,5 milljón til þess að rannsaka þessa Reykjavík Media. Ég get kannski fengið hann í eitthvað svona furðu samtal þar sem ég segist alltaf bara forvitnast fjölskylduhægans eða eitthvað.
Já, já, já. En hérna, annað sem var ekki fjallað það var hérna Dagur Stoltenberg Hótel. Kemur bara strax upp hérna. Ég elska Google. Þeir eru nú ekki mikið að bögga mig í kvöld. Af hverju er það? Strákar, ég er ekki að biðja það, sko. Þið þarna í leyniþjónustunum, ekki vera að trufla mig. Það lítur illa út fyrir ykkur í kvöld. En af hverju hefur Reykjavík Media ekkert fjallað þetta mál? Hvað er í gangi hérna? Þetta er eitthvað svona þríkantur. Dagur B. Eggertsson hittir Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóra NATO og fyrrverandi forsætisráðherra Noregs. Óvæntur gestur kom á fund þeirra félaga. Já, og hver var það aftur? Hver kom á fund? Já, ég er í Svíþjóð. Oh my god. Það verða skyndilega mikið læti eða útsending rofnar, þá sannlega verið að ráðast hérna inn með sérsveitum og einhverjum látum. Áttu ykkur á því. Við kipum okkur upp í það. Andri Snær, hælir degi. Þetta lið er það sem ég kalla Brussel-hórurnar. Það er búið að lofa þessum hórum eitthvað rosalega, eins og þið sjáið það hérna, þýður ekki þjóðin kettlingin. Hún er með einhverjar 60-70 milljónir á mánuði laun. Af hverju eru Reykjavík Media ekki fjallað? Halló, Reykjavík Media, ég er með skúp fyrir ykkur. Þetta er allt saman bara tilvílanir, ekki? Af hverju hefur Kastljós ekki fjallað þetta? I wonder why. Þannig að eins og í öllum svona atburðum, þá er miklu meira spennandi að sjá hvað er ekki fjallað heldur en það sem er fjallað. Svo sjáum við hérna hálendi Íslands, þjóðgarður. Íslands þjóðgarður. Og hérna byrjum við. Það er nú eitt annað dæmi. Það er sem sagt, það lítur þannig út að Ísland sé enn og aftur undir árásum erlendra aðila. Og hérna, það er alveg ljóst að hin stóru öfl í heiminum, NATO, hvað heita þessir gaurar, þeir ætla að keyra sitt í gegn. Og hérna, það er líka þetta þjóðgarðsmál, það er yfirtaka Sameinuðu þjóðanna á náttúru landsins. Og hérna, þannig mér sýnist að Ísland sé undir allsherjar árás, því miður. Og ef að þið haldið að það sé einhverja tilvílanir í gangi, þá hvet ég ykkur til að fara á morgun á hátíð heimskunnar, klukkan 5 fyrir framan Alþingishúsið. 60% landsmanna vilja tapa landinu sínu. Ég meina, trúir ykkur þessari villu, loftslagsbreytingar. Sjáu þið hvað Sameinuðu þjóðirnar eiga að fá vald yfir mikið af Íslandi. Þegar þetta er þetta Agenda 21.
að ef að þetta gengur eftir þá ferðu ekkert inn á þetta svæði nema ef þú hættu að vera skotin með vélbyssu. Og hvar skyldi nú akkúrat skyldi nú vera fullt af vélbyssudæmi í gangi núna? Var þetta ekki á Íslandi hérna? Hvar voru nú aftur allir skriðdrekarnir? Þið áttuð ykkur á því að til þess að gera bíómynd þá þarftu ekki að flytja inn vopnfæran skriðdreka. Þessir skriðdrekar eru ekki kvikmyndaprops. Þetta er innrás NATO og CO inn í Ísland, eins og ég hef verið að spá fyrir undanfarin ár. Þannig að það virðist vera að því miður þá hitti ég á rétt. En það er líka athyglivert að sjá hvaðan komu innflutningsleyfin á þessum skriðdrekum. Hver heimilaði innflutning á þessum stríðstólum? Hvaða pappírar eru á bak við þetta? Hver skoðaði hvort að þessi skriðdrekar væru vopnfærir? Og það er ekki eins og herveldi hafi beitt blekkingu fyrr. Við ætlum ekki að trúa því, er það? Þá geta fjölmiðlarnir verið vondar við okkur í viðtölum. Það geta verið svona tónalega við okkur og dæst. Hvað meinarðu? Ég veit ekki hvað er að gerast þarna undir borðinu hjá þessum fjölmiðlum á Íslandi. Svei mér þá. En ef að þið trúið á tilviljanir þá eruð þið að horfa á alranga YouTube-rás. Þá vísa ég ykkur aftur yfir á kastljósið í Skrúfvíó. En það var svolítið gaman að horfa á Skrúfvíó. Þeir voru með svona samsæringa setup á stúdíónu hjá sér. Jú, ég slæði því inn þegar ég ætla að horfa á RÚV. Og að því í mínum huga eru þetta fávitar. Og kannski rétt að taka það fram að ég hef lýst því yfir að öll valdstjórnin er í skipulagðri glæpastarfsemi. Og svo er fólk verið að kalla mig elitusleikjur og framsóknartrundu eða eitthvað að ég sé eitthvað að verja framsóknarflokkinn. Sko það er alveg óþarfi að sanna hálfvitakenninguna mína svona hratt. Ég get alveg tekið það í rólegheitum að sanna það að þið eru hálfvita heimskingjar, sko. Það þarf ekkert að gera svona bara quiz bang, sko. Og ég veit ekki hvort þið nennum einu svona fara yfir þetta vídeo. Þetta er sko Guð blessi Ísland, já. Og
að skal ég segja ykkur, að þessi tortalamál eru mjög gamlar fréttir og í raun eru miklu áhugaverðari fréttir hvernig íslensku bankarnir og ríkissjóður er og hefur verið notaður í peningaþvætti vegna skipulagðrar glæpastarfsemi. Það er miklu áhugaverðari og ég hef náttúrulega sagt ykkur það líka að hérna ég hef sagt ykkur það líka að allur reykfélagi innflutningur til dæmis á Íslandi fer í gegnum íslensku valdstjórnina og ég veit ekki betur en að ég sá daginn að þeir eru að yfirtaka rekstur á Pattís, þá gera þeir eins og gerði í miðbæ Reykjavíkur. Þeir leggja rekstraraðilega Pattís í einveldi, skattstjórinn fyrir að senda á alls konar áætlanir og ef þeir eigi ekki húsnæði þá kaupir ykkur húsnæði og leigan hækkar upp á öllu valdi og af því að þessir aðilar vinna allir saman og það er ljóst að þarna það hefur verið einhver mótstaða á Íslandi. Já, ég er að reyna að spila Kastljós, það er of mikið álag á tölvuna hjá mér. Tölvan hefur ekki undan að vesenast í þessu. Nú ég ætla að loka hérna slatta af gluggum, segja mig hvort það batni hljóðið. Er hljóðið sem sagt betra núna, kæru hlustendur? Býstu því að það sé betra núna? En já, ég sé núna strax líka farið að tala að já, sem sagt ef ég held mig við greininguna á þessu, þá er þessi aðgerð, já, ég overlótaði tölvuna bara. Ég get ekki spila Kastljós viðtalið, þið geta farið á screwyou.is/sharpurinn og þar getið þið séð Helgi Seljan og Jóhannes Brusselmellunar eru að svona samsæringatöflur fyrir aftan sig. Sko þeir áttu ykkur á þessi fréttamenn hylmdu yfir með glæpasamtökunum í gegnum fyrir hrunið og í gegnum hrunið og í ránunu eftir hrunið og allt þetta sko. Og ef þið haldið að þessi menn hafi eitthvað frelsast í Damaskus þá eru þið illa afvegaleidd. En þessi aðgerð núna er sem sagt divide and conquer eða skipta og stjórna. Þetta er aðgerð til þess að skipta þjóðinni og inn í það er blandað að veifa rauðu þannig að fólk verður svo reitt að það tekur ekki eina einustu skynsamlega ákvörðun. Og þetta er klassísk problem reaction solution aðgerð, vandi viðbrögð vesen. Ástæðan fyrir því já, ég var að fá hérna skilaboð þeir eru líka, já, TIFA-samningurinn TTP-samningarnir, þeir eru reyndar bara staðfesting á því sem er nú þegar. En problem reaction solution er að þetta er vandamál sem að ég hef oft talað Þetta er engar nýjar fréttir í gangi hérna. Og eina sem hefur gerst er að þeir sem að stela peningum, eða þeir sem að ræna Íslandi, gera það eftir öðrum leiðum. Og ég er svolítið hissa á því hvað þessir kumpánar sem eru teknir núna í gegn eru aftarlega á merinni með þetta.
En, það er tekið núna meira í gegnum heilbrigðiskerfið og háskólakerfið og þið sjáið þarna er aftur mættur einn háskólaprófessor, þið munið nú að þeir voru allan daginn í fjölmiðlum í aðdraganda hrunsins og í hruninu. Og þannig að núna er sem sagt vandamál allt í einu sett upp á borðið sem er búið að vera lengi sko, þetta er engar nýjar fréttir, ekkert af þessu nýjar fréttir sko. Og svo koma viðbrögð núna, þú veist, fólki sér rautt og allir fara bara að vera eitthvað voða reiðir og haga sér eins og hálfvitar sko. Og síðan eru viðbrögðin, já við verðum að fá nýja stjórnarskrá, við þurfum að fá bara Evrópubandalagið, við þurfum að gera þetta og gera hitt og setja náttúrugarð á hálendið og þú veist, það er svona sem að þetta er gert. Þetta er aðferðin við að taka yfir þjóðir. Haldið þið það sé gert bara með einhverjum svona servéttum og blíðmælgi? Nei, það er gert með svona aðgerðum. Og þess vegna þið lesið ykkur til NGOs, Non-Government Organization, og þá er Reykjavík Media alveg skýrt dæmi það. Og á sama tíma eru komið hergögn til landsins og það er í sjálfum sér enginn að rannsaka með hvað heimild þau komið hingað. Hver heimilað hergögn hér og var eitthvað farið yfir þau gögn. Á sama tíma er að koma bara herflugvélar á morgun, ekki? Eða koma þar helgina, herflugvélar. Og og í þessari aðför þá er þetta sama fjölmiðlu aðgerð BBC og sænska radioið og norska og danska og Guardian og þetta eru þessir stríðsmellu fjölmiðlar sem eru með í þessu plotti sko. Því miður, þá lítur þetta út að Ísland verður tekið yfir núna með vopnavaldi. Það eru öll merkin sem að virðast benda til þess. Og það sem ég hef oft lýst áhyggjum yfir að ég er hræddur að mjög margir Íslendingar munu tapa lífinu í þessum málum. Og Íslendingar eru hver einasti Íslendingur á svo mikið að landa. Við erum ríkasta fólk í heimi í raun. Við eigum svo mikið að landi. Land per inhabitants. Population, land per capita, já. Það er nú sannlega eitthvað sem við viljum sjá. Íslendingar eru svakalega ríkt fólk og ef að þið haldið að Evrópubandalagið haldi með Íslandi þá eru þið í vondum málum eða þá eru þið kjánar. Er bara hvaða mesta landaeign heims er. Það er Grænland. Vá, hvað þeir eiga mikið. Já, það er náttúrulega svo fáir sko. Danir eru búin að drepa svo mikið af fólki í Grænlandi. Mongólia 0,48, Namibía, Ástralía og svo Ísland. Þið sjáuð að við erum bara í 5. sæti yfir landeigna-mesta fólk heims. Og Agenda 21 er landgrab aðgerð. Og
og það já, þið flettið bara upp sjálf, ég nenni ekki að mata þetta í ykkur. Að þessi elitu mafía, hún þolir illa að fólk eigi land eða fólk eigi bara eitthvað yfir höfuð, sko. En það er svo mikill misskilningur hjá mörgum sem halda það að ég sé að halda einhverju hlífðarskildi yfir einhverjum stjórnmálaflokkum eitthvað slíkt. Ég lýsti yfir því að allir stjórnmálaflokkar séu skipuleg glæpasamtök. Ég meina, hvaða hlífiskjöldur er það? Og ég meina, það er ekki eins og ég sé að fá greiddar einhverja 1,5 milljón hérna fyrir hálftíma þátt hjá Kastljós, sko. Er ég ekki nógu fínn kall í það? Eða veist, hvað er bara einhverjir sér útvaldir sem að fá að gera sjónvarpsþætti hjá RÚV? Hvernig er það? Ætlar enginn að rannsaka það? Þú veist, það er bara verið að fíflast í ykkur. En ég ætla að, ef þið viljið, þá er ég til í að pröfa hérna nýtt í kvöld. Ég er með síma 499 3433. Held að ég geti tengt hann inn hérna. Og endilega hellið ykkur yfir mig, við erum með aðrar skoðanir á þessu. Og þið sem að kunnið á Hangoutit, þið getið komið þar inn. Og veit ég hvort það kemst svona til ykkar. Jú. Þið setjið þessa slóð sem ég var að setja inn bara í Google Chrome browserinn hjá okkur. Og þá eigið þið bara detta hérna inn í fangið á mér. En þið sem að hringið, þetta er í fyrsta skipti sem ég pröfa síman, þannig að það geta verið alls konar truflanir við það. En það er sem sagt 499 3433. Og byrjum við. Já, ok, Hafþór vill vera að taka, menn vilja vera að taka hérna í linkana til þess að komast í live-ið. Ég þarf einhvern veginn að bara finna, búa til einhverja grúppu, live-grúppu eða eitthvað, ég veit ekki hvernig ég á. Já, heyrðu, alveg rétt, sáuðu hvernig var í lokin íslenski forsætisráðherra var tengdur við Putin og Assad. Come on. Þetta er innrás NATO og Co. í Ísland. Þetta er svo lási heilaþvota vellingur að hálfa væri nóg, sko. Hvað á Assad, hérna er einhver hálfviti með þetta birta mynd hérna, svo er þetta allt saman tilbúið, sko, allt þetta efni er bara, veist, þetta er svona fjölmiðla heimska einhver sem er í gangi. Þetta er einhver mynd að Sigmundi Davíð, Assad og Putin. Kannski kíkja hérna á Daily Mailið eða eitthvað. Hvað, þú er enginn að hringja? Og er svona, hvað er í gangi hérna? Hvað er í gangi? Þetta er svona hrættu við mig. Hvert er að fara? The Guardian. Ekki .co.uk eða eitthvað. Nei, þetta er tónlega. Já, þessi aðgerð er sem sagt klassísk New World Order aðgerð, en það sem að
það sem að veldur mér og ætti að valda ykkur verulegum áhyggjum tengingin við Pútín og Assad og ég meina þið hljótið að sjá í gegnum þetta, eða hvað? Mm, Panama Papers. Veitu hvar voru allar þessar íslensku fréttir sem áttu að vera alveg út allt á forsíðum allra blaða heimsins? Ég sé þar nú bara ekki hérna einu sinni. Við Iceland Prime Minister News. The Guardian, here it is. Sko. Já, þetta sem sagt Já, við erum farið kannski að hugsa það aftur. En hérna, það líka svolítið skrítið að sjá hérna sænsku og dönsku fjölmiðlar í þessu og samt ekki, sko. Ég meina, ég var að sýna ykkur þarna áðan að Dagur hitti þetta lið hérna, þessi þríkantur á hótelinu. Ég meina, hvað var í gangi á þessum fundi hérna? Af hverju hefur Reykjavík metið ekki séð neina ástæðu til að fjalla um þetta? Eða skrúju yfir höfuðið, sko. Og hérna ræddu í sig, þetta borgarstjóri. Það ekki eins og þetta sé forsætisráðherra eða einu sinni ráðherra, utanríkisráðherra, nei, þetta bara Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Finnst engum þetta einkennilegt nema mér? Eru allir bara sáttir við þetta einhvern veginn? Og hérna einmitt, það er aukast líkurnar á að verði púluð Úkraína hérna. En ég minni ykkur á símanúmerið 499-3433, ég vona ég sé ekki að ljúga eitthvað númerinu mínu. Nei, 499-3433. Hringið núna. Þetta eru Brussel hórurnar. Og hérna ég veit ekki hérna hvort við eigum að skella okkur í hérna Bilderberg. Áttu ykkur á því að ég hef ekki fengið neina milljónir til að gera þetta efni og þessa þætti, þannig að þið verða að afsaka að þetta sé ekki rosa flott hjá mér. Ég hef engar milljónir til þess að klippa og gera stöf, sko. Jens Stoltenberg. Hann þess að Bilderberger. Þessi guður greinilega á alls konar fundum út allar trissur í einhverjum að boða fagnaðarerindið.
Já, þeir eru búin að taka út hérna. Þeir eru búin að taka út þennan hérna, hvað heitir hann? Hann heitir Göran Persson, já. Hann var hérna áður, sko. Og þið vitið líka að hérna Jóhannes Nordal var fjarlægður af þessum lista. Og hérna Já, þetta er ekki falskur fáni ennþá. Það hefur ekki verið framin eitt hryðjuverk eða neitt ofbeldisverk. Og hérna já, einnig sænsk frétt. Vaken sænskir samsæringar. Og þar talað Göran Persson á þessum Bilderberg-fundi. Þannig að hann Bilderbergari. Og hérna ég vitna bara í það, Svíana sjálfa með þetta. Þið getið kíkt hérna á Vaken með það. Og svo sjáum við hérna íslensku Bilderbergarna. Já, vá, sjáu þið, það búið að taka alla út. Come on. Þið sjáuð í vídeónu mínu þar sem ég fjalla þetta, þá sjáuð þið alla upphaflegu Bilderbergarna. Vá, hvað mikil ritskoðun í gangi hérna með þér. Sæll og blessaður. Já, byrju, já, fyrirgefðu. Já, þetta er smá rugl hjá mér hérna. Þetta er eftir. Já, ok, sorry. Þetta er hérna eftir royalty og politikusar. Já, ok. EU Commissioner, Military, Financial, Corporation. Hvað er það þessi hörður eða ekki? Já, það er hérna, hann var ekki svona fyrir listin, hann var hans öðruvísi, afsakið, ónæðið. Hérna Politicians, Iceland, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Einar Benediktsson, Geir Haarde, Geir Hallgrímsson, Jón Sigurðsson, IMF, sko. Hérna, það er annað sem enginn er að tala og það er IMF, dæmið. Hérna, ég veit að ég er browser. Það er rauninni enginn að tala málana sem eru skattafríðindi. Sko, athugið það sem að þessum forsætisráðherra gert að sök núna að hann hafi verið með fjármunina í skattaskjóli. Hérna, ekki að hann neina sérstaka samúð með þeim hjónum eða hvernig það það skiptir akkurat engu máli í samhengi hlutanna, sko. Það sem að Reykjavík Media fjallaði til dæmis ekki var þessi samningur hérna. Og hann hefur aldrei fjallað þennan samning. Þessi samningur búin að vera í gildi frá því 1700 á skúrkál, sko. Þessi samningur búin að vera í gildi í áratugi, sko. Og það sambærilegur samningur við NATO og við Sameinuðu þjóðirnar. Og ef að þið farið hérna bara einfaldlega á blaðsíðu 26, og þetta hefur verið vitað lengi, þessi samningur var ekki bara að dúkka upp í fyrradag, sko. En það er mjög athyglivert að það fjallar enginn þennan samning. Status, Immunities and Privileges. Og þessi hérna, þetta á við Evu Joly, þetta á við Má seðlabankastjóra, alla sem að koma nálægt seðlabankanum,
Þið sjáið til dæmis þarna peninganefnd Seðlabankans allt saman skipað háskólafólki og prófessorum úr háskólum. Þeir raða sér í þessa nefnd því þá fá þeir full fríðindi. En þið sjáið að sá sem að mætti í þetta skúp hans kjána hérna, Brussel-medlunar, hann hérna var ekkert að tala um það neitt, sko. Hann var ekkert að tala um það, af hverju vill háskólinn endilega vera vinna í Seðlabankanum? Hvað er það? Af hverju er það svona spennandi? Og þeir sem að IMF eða Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn prumpar einu svona á, þeir bara fá þessi réttindi hér. Og þegar að menn eru búin að sitja Ísland á hausinn og ræna öllu steini léttara, þá fá þeir diplómatapassa. Þeir eru dæmdir fyrir landráð og síðan fá þeir sendiráð. Reykjavík meti hefur aldrei talað um það. Aldrei. Og ja, skrúðjú, kastljós, kjánanir. En þeir sem eru, þetta það sem allir eru að eldast við. Þetta hérna gulrótin sem að Reykjavík media, kastljós, pakkið allt saman og allir þessir hálfvitar allir að reyna að komast inn í þetta, sko. Ég meina, pældi þeim sem settu Ísland á hausinu upphæfi og rústuðu Íslandi gjörsamlega. Og þeir fóru allir bara í einhver erlend fyrirtæki að vinna, eða svona erlendar stofnanir með 70, 80, 100 milljónir á mánuði. Skattfrjálst, já, skiptir engu máli. Og Reykjavík media og rannsóknarblaðamennska. Já, nei, við erum ekkert að skoða svona, sko. Þetta bara í góðu lagi, sko. Svo að eldast við ykkur að bóndadurga sem að einhvern veginn að láta Landsbankann passa upp á bankamafíuna passa upp á eignina sínar. Ánægilegur kjánaskapur. Einhver af þessum ráðherrum náttúrulega, þetta svona tómar skúffur, gamlar tómar skúffur sem kastað þarna. Fólk að fórna sér fyrir að fá svona vinnu, sko. Það alltaf frábært að vera í þessari stöðu. Þannig pælið í að vera í þessari stöðu. Undan þegin dómskerfinu, sko. Bara dómskerfið hefur ekkert með að gera. Og hérna allar eignir og allt sem að við kemur þessari starfsemi bara gjörsamlega undan immunity, sko. Það ekki að fá meira að vera yfirhafin lögin en það. Þetta mesta yfirhafin lögin pakki sem þetta að hugsa sér, sko. Hérna friðhelgi svona gagna og svona drasl, sko. Friðhelgi eigna frá eitthvað svona takmörkunum, sko. Það bara, þú átt bara þínar eignir og ert untouchable með þær. Það bannað að, sko, takmarka þær eða reyna að hafa ykkur stjórna. Það bara algjörlega yfir lögin hafin, sko. Og öll samskipti, það NSA hlerar ekki þetta fólk. Þið munið þegar að lögguhaugarnir voru að tína öldungana út úr hrauninu, þegar voru að mótmæla, þá tíndu þeir alla nautheimsku hálfvitana úr hrauninu nema einn sem var með diplómatapassa. Tilviljun? Algjör tilviljun. Og þeir sem eru þarna einhver sem að sjóðurinn skyrpir á, þeir eru með þetta. Friðhelgi frá skattum. Ekki bara sköttum, sko, heldur öllum gjöldum og virðisaukaskatti og tollum og allar álögur. Þannig að ég skil ekki hvað menn eru núna að sko gera í buxurnar út af TPP. Það allt saman í þessu samningi. TPP bara eitt spuninn enn. No taxation of any kind, sko. Bara absolutely nothing whatsoever.
Athugið að þessi samningur í gildi, sko. Þessi útgáfa hérna var gefin út 2011 og þessi samningur er búinn að vera í gildi í áratugi, sko. Úps, gleymdi Reykjavík Media að fjalla þetta mál. Úps. En finnst ykkur ekki að ég skila að fá hérna 17 milljónir eða 1,5 milljón eða eitthvað fyrir þessa frábæru rannsóknarvinnu sem ég er búinn að vinna hérna? Bara 11 milljón skjöl. 11 milljón skjöl. Heyrðu, það ætlar enginn að hringja. Ég fyrir bara að hætta. Tékka símann einu sinni enn. Hello. Ég er þetta svolítið þreyttur, sko. Ég var nú ekkert búinn að plana þetta. Evrópubandalagið lét mig ekkert vita þetta, sko. Þetta staði til. En það sem er hættulegt í dag er tengingin við Assad og Putin og þið sjáu það að verða að reyna að spóla upp stríðsástand á Íslandi, sko. Meira þessi Edward Snowden, come on. Panama Papers, biggest leak in history of data journalism, and it's about corruption. Sko, ég get sagt ykkur hvað er í gangi núna. Þess að þeir sem að eru, það er sem sagt verið að skipta úr þessum lokal mafíum, þessum sveita, sem að eru ennþá að reyna að hugsa eitthvað fólkið í landinu, eða að svona fólk hafi hús og skjól og eru svona ennþá að hugsa eins og Líbía, þar hugsaði Gaddafi mjög vel alla íbúa landsins. Það var allt bara rétt upp í hendunar á fólki. Að það er verið að skipta úr þannig stjórnmálum yfir í þessi glóbalista stjórnmál. Evrópubandalagið er herstöð. Evrópubandalagið stýrir hersetu New World Order yfir Evrópu. Og New World Order er stýrt frá 3, 4 frímerkjum í heiminum. Það er Vatikanið, Washington DC, City of London, sem er ekki að sama London, City of London og Ísrael. Þessi 4 frímerki eru heimastöðvar New World Order mafíur, skæðustu mafíu í heimi. Og það sem hefur gerst undanfarin ár er að Ísraelar og Bandaríkjamenn hafa gengið fram af Evrópubúum. Við Evrópubúar eru miklu meira svona bara nei. Fyrir utan náttúrulega, og Evrópubúar hafa svo sem að þegar, sko, já, nú tapa ég hugsuninni. Já, sérst að Evrópubúar virðast vera búin að fá nóg af þessum. Það virðist vera að flestir eru að spá einhverju stríði á milli múslima og kristna eða þessar múslima þjóðir ætla að fara í stríði við Evrópu eða eitthvað svona, það er ekki rétt. Eða Rússar ætla að fara að ráðast inn í Evrópu og bla bla bla. Þetta er bara svo langt frá raunveruleikanum að hálfa væri nóg. Það er miklu nær raunveruleikanum að sko Ísraelar, þið sjáu að það er verið að setja rosalega viðskiptahömlur á Ísrael í Evrópu og reyndar í Bandaríkjunum líka, en sérstaklega í Evrópu. Það er bara verið að loka á Ísrael viðskipti, sko, viðskipti við Ísrael. Og þannig að það lítur út fyrir að þetta eru átökin, sko,
og margir að spá því fyrir að Rússar og Evrópa muni taka höndum saman gegn þessum sturlungum sem eru í þetta eru kallaðir pæratar af því að þeir eru ekki undir neinum lögum sko. Og þeir takið eftir því að í þessum þætti í kvöld var ekkert talað City of London, Washington DC eða Vatikanið og peningastarfsemana sem þar eru glæpirnir framkvæmdir og náttúrulega Sviss og Luxemborg og víðar. En sko það sem er málið með, og ég næti ekki alveg sko, með eins og með hann Sigmund Davíð, eða konuna Sigmund Davíð, ekki eins og þetta sé hann, að ég get til dæmis upplýst það hér með að ég er með engan bankareikning á Íslandi reyndar. Það er ekkert smá mál að fá bankareikning á Íslandi nema maður sé á staðnum sko. Ég er sem sagt með bankareikning á Spáni sem ég notaði þegar ég var þar og hef ekkert notað síðan ég fór frá Spáni. Ég er með annan bankareikning í Noregi, mér er að segja 2 bankareikning í Noregi. Og ég er með 1 bankareikning hérna í Svíþjóð. Ég er hérna 1 með konunum minn og 1 sjálfur privat í viðskiptum. Og hérna síðan er ég með PayPal reikninga. Bæði á svona þetta auglýsingabrask mitt og annan fyrir Frelsi TV sem eru framlögin sem að koma, ég þakki ykkur sem hefur sendt framlögin. En það er engar 1,5 milljónir sem að berast hérna í þáttagerð sko. Að hérna þetta er allt saman löglegt. Ég get þess að vera með bankareikning í Luxemburg eða Tortóla eða Tútúla eða Singapore, það breytir akkurat engum hvar ég er með bankareikning. Og reglurnar þetta eru mjög skýrar. Ef það er tvísköttunarsamningur á milli landa, til dæmis þegar ég vinn í Noregi, þá greiði ég skattana þar. Og ég fæ, að því ég er þarna minna en hálft árið, þá fæ ég 10% afslátt á sköttum þar. Og það fá allir í Svíþjóð, bara allir sem eru að vinna þar og eru minna en hálft ár, degi minna en hálfa árið. Þeir fá þennan 10% afslátt, það heitir strandafdrag. Þetta fá Íslendingar líka allir bara, fá þetta. Og þegar ég greiði skatt í Noregi, þá greiði ég engan skatt af þeim tekjum hér í Svíþjóð. Og það er með þess að koma ekki fram á skattaframtalinu. Þannig að þegar ég er þetta vann aðeins í Svíþjóð í síðust árin, þegar ég vann fyrstu 3 árin hérna, þá vann ég eiginlega bara í Noregi. Svo ætlaði ég að sækja mig eitthvað viðskiptakort eða eitthvað og þá var bara, nei, heyrðu, þú ert ekki með neina tekjur. Og þá voru þeir bara að tékka á tekjum í sænska kerfinu, sko. Þannig að það er ekki einu sinni eins og þessar upplýsingar fara á milli landa, ekki svona opinberlega allavega. Það sem ég þéna í Noregi kemur hvergi fram á skattaframtali hér. Og ég er í sjálfum sér ekki einu sinni, það er ekki einu sinni, ég spurði sérstaklega eftir því, það er ekki ætlast einu sinni til að segja ég gefa upp. Ef að ég væri með, og þessi PayPal reikningur minn sem er í starfsemi, að það verði ég að gefa upp sem sagt, og greiða skattaði hér í Svíþjóð sem ég geri sko. Og þá greiði ég bara samkvæmt sænskum skattalögum. Ég gæti sett fyrirtæki á Íslandi eða hvar sem er. Og þumalputtareglan í þessu skils mér að sé svo að ef ég er til dæmis með reikning sem er ekki sem sagt segjum að ég borga 30% skatt inn í Svíþjóð og ég fæ tekjur frá einhverjum stað þar sem ég greiði bara 10% skatt, þá leggur sænska ríkið þessi 20% á til viðbótar. En ekki það sem eru tvísköttunarsamningar í gangi. Þeir virðast allavega ekki gera það sko. Að
þegar ég borga skatt í Noregi með þótt það sé strandafdrag, þá eru það sambærilegir skattar og í Svíþjóð. Ef ég væri að vinna í Noregi og ég greiddi 10% í skatt, þá þurfti ég að greiða 10-20% viðbót til þess að ég næði sama skattaþrepi. Þannig að þetta eru svona mjög skýrar reglur, eða ekkert mjög skýrar, þetta eru svona reglur. Og ég býst við að það sé svipað á Íslandi. Að ég meina, ég er með bankareikning á banka á Spáni, ég man nú ekki lengur nafnið á þessum banka. En ég hef heyrt miklar sögur það að Rússamafían og þessi mafían og hin mafían, þeir séu allir með fullt af reikningum á Spáni. Það sé alveg svaka business að vera með peningafútt og eitthvað svona peningavesun á Spáni. En það þýðir samt ekki að ég sé í skipulagðri glæpastarfsemi að því ég er í sama banka og eitthvað svona spooky stuff, sko. Og þannig að það er ekki einu sinni vitrænar tengingar þarna. Í raun það sem gerðist í kvöld enda gerði útslagið trúverðugleika þessara fávita sem tóku þátt í þessu skúbbi þarna. Þetta eru bara fávitar, sko. Ég meina, ef að eitthvað af þessu liði hefur brotið lög, bara fara með það beint fyrir dómstóla. Og ég meina, setjið ykkur sjálf í spor ef að þið eigið einhvern milljarð eða ert 800 milljónir eða trilljón, skriljónir eða einhverjar tölur. Ég meina, er það eitthvað óeðlilegt að reyna að fara að hugsa einhverjar leiðir og reyna að fá ráðgjöf til þess að halda í þessa peninga eitthvað? Það er bara ekkert óeðlilegt við það. Hins vegar er óeðlilegt, það er það sem ég hef alltaf verið að segja. Það er óeðlilegt að innheimta skatt með valdi eða ofbeldi. Þar byrjar allt vesenið. Það er óeðlilegt að vera með svona glæpastarfsemi eins og valdstjórnin er. Það er mjög óeðlilegt. Og ég meina, það er það sem er vandamálið. Það er skipulagða glæpastarfsemin. Og þessir vitringar í Screw-You og Reykjavík Media og öllu þessu, þeir vilja ekkert tala það, af því þeir eru að vinna fyrir stærri mafíu sem að heitir Evrópubandalagið eða NATO, Co eða Bilderberg eða whatever you wanna call it, sko. Að þeir fá launin þaðan, þeir eru þetta sem heitir NGO, fullt af svona eða svona milljónamæringum sem eru nú svona þykja frekar vafasamir. Þeir voru að fjárfesta sko trilljónir inn í Úkraínu og þetta lið allt saman sem er að sitja allt saman í vitleysu, þetta er allt saman á rosa háum launum hjá þessu hergagnakomplexunum og þessum vitleysingum sem er að sitja allt í klessu og köku og svo hlaupið þið alltaf nautheimskur albúinn bara á næsta vegg af því hann er rauður. Hvers konar hálfvitar eru þið, maður? Þið eruð að treysta sama fólkinu og keyrðu ykkur í gegnum kvótakerfið, keyrðu ykkur í gegnum alla breytingarnar á Íslandi, keyrðu ykkur í gegnum hrunið og alla þessa rányrkju og glæpastarfsemi og núna allt í alltaf að trúa því sem þetta fólk er að segja. Hvað fjallaði Screw-You oft greiðsluverkfallið? Hvað eru mörg viðtöl við mig greiðsluverkfallið sem var raunverulega aðgerð gegn þessu veldi? Það vill þannig til að ég er eini gaurinn sem kom fram með raunverulega áætlun til að takast á við þessa glæpamenn og það var greiðsluverkfallið. En fólk bara svona, nei, ég gæti nú brotið nögl eða ég gæti þurft að greiða dráttarvexti, sko. Nei, ég geti lent á vanskilaskrá. Nei, ég fer ekkert í svona byltingu þar sem ég get brotið á með neglunar, sko. Nei, ég vil það ekki, sko. Og veist, þeir eru bara fávitar, sko. Það er bara málið, sko.
því miður. Þykir leiðilegt að vera gaurinn sem þarf að segja ykkur það, sko. En það hringir enginn. Það er bara enginn sem leggur í Axel. Það er allt í lagi með það. Og já, sé ég á Facebookinu minni að erlendu fjölmiðlarnir eru alveg á kafi í að demonisera Ísland. Er ekki svona nokkurn veginn allt sem ég hef verið að segja að koma fram í dagsins ljós? Er þetta ekki bara orðið svolítið óþægilegt hvað ég hef afskotið rétt fyrir mér og er spot on? Það er ekki eins og ég hef fengið einhverja 1,5 milljón frá Skrújú til þess að gera þessa þætti, sko. Ég er greinilega ekki að vinna fyrir rétta fólkið, sko. Ég er að vinna fyrir ég er það verður ekki að svara Stebba, hann er bara kjáni eins og harmagetunar. Hann er svona harmakjáni. Tekur þið ekki að svara svona liði? Já, hérna er þetta, hérna er myndin. Það er svo sem ekki að segja að Stebbi sé alveg gagnslaus. Þessi mynd er frá honum. Sjáu þið þetta hérna? Horfðu þið aðeins á þessa mynd með mér? Blóðugar möppur. Er ég búinn að tapa glórunni eða hvað er í gangi? Hvað, þú veist, sér enginn þetta nema ég? Það er yfirvofandi hernaðarárás gegn Íslandi. Ég ætla að segja þetta aftur. Það er yfirvofandi hernaðarárás gegn Íslandi. Ísland mun verða fyrir hernaðarlegum árásum. Ef að þið allir niður á Austurvöll á morgun þá voru þið hálfvitar. Fólk hefur reyndar spurt mig, ja, hvað á maður þá að gera, Axel? Hvað á maður að gera? Hvað á maður að gera? Hvað á maður að gera? Þessi mynd hérna sem ég gerði 17. ára er svo mikill lykill. Ef að nautið reiðist ekki við rauðu veifuna þá stoppar nautaatið. Lykillinn að nautaatinu er þessi einfaldi sannleikur að nautið reiðist reiðist rauða flagginu. Það er eitthvað við þennan lit, það er eitthvað í eðli nautsins að það tryllist þegar sér flagga rauðu flaggi. Ef nautið nær stjórn á þeirri tilfinningu sinni eða því ástandi sínu þá stoppar þessi business.
og voru á ykkur að fara á farið á YouTube og horfið á fullt af nautaati í þessu samhengi. Nautaat er sett saman í upphafi til þess að eildan sýna ykkur hvað er í gangi í ykkar eigin lífi. Og þið vitið að leið og nautið nær einhverjum árangri, nautið hefur líkur til þess að ná einhverjum af þessum nautabönnum, þá eru haugur af trúðum sem bíða eftir því að hlaupa inn í hringinn til þess að draga athyglina frá nautabananum. Og jú, nautið vinnur stundum, en það er mjög sjaldan sem nautið vinnur. Og lykillinn að þessum sirkus sem er í gangi núna er að þú reiðist og tapir skynsömum hugsunum, eða sem sagt að viska þín dofnar við reiði, eða jafnvel hverfur alveg. Og já, ég er aðeins að lesa kjánaskapinn hérna á spjallinu. En er ein spurning. Hey, hvernig tengir það saman hernaðarárás og Ísland? Bíddu nú við. Ég þarf að passa líka bandbreiddina mína, en það má ekki fara of langt í henni. En Úkraín. Að þið munið eftir Úkraínu. Að þar var fólk að mótmæla. Og það var svo sem svolítið æst mótmæli. Og þið munið eftir þessum atburði. Þessi atburður voru, það var skotið á bæði lögreglumenn og mótmælendur, og það voru snipers, eða sérsveitir, sennilega frá NATO, sem að sá að skjóta. Og það hefur fólk farið í rannsóknarvinnu út af þessu, og þeir voru búin að pinpointa locationið. Það var í turni sem var hana. Já, sviðsetta skotar, þetta er í Venezuela, einmitt. Þetta er bara þekkt, skilur, þetta er bara herfræði 100, sko. Það fær ekki einu eina einingu fyrir þetta. Þetta er svo augljósar hernaðaraðgerðir, sko. En til þess að ná fram stemmingunni, og þið sjáu að það er búið að undirbúa þetta í mídíunni, alheimspressan bíður eftir átökum á Íslandi. Og já, þeir voru sjáu þið. Voru snæperarnir. Þeir voru með eina hæð, eða einhverja íbúð eða skrifstofu eitthvað. Þeir voru og það er búið að ég fjallaði um þetta áður reyndar.
Þeir það búið að meira að segja hvaða sérsveit þetta var. Þetta var ekki Úkraíns sérsveit, sko. Þetta var snæper gengi frá NATO-ríkjunum, eða sérst frá öðrum löndum, sko. Og sko við erum það orrustan Ísland í gangi núna, sko. Og það getur líka verið að það sé bara einfaldara að láta hertaka Ísland. Ég veit það ekki, skilurðu. Eða veist, ætlum við bara að láta þræla væða okkur just like that, sko. Og það það sem að lögguhaugarnir fatta ekki, að þeir verða drepnir líka, sko. Af öllum nautheimsku heimskingjónum á Íslandi, þá ganga lögguhaugarnir þar fremstir í flokki. Það engin eins heimskur eins og lögguhaugarnir. Lykillinn að öllum svona aðgerðum heimska þeirra. Snýst ekkert einhverja forsætisráðherra persónuleikuður, þú veist. Eru þið svona miklir kjánar í alvöru? Hvað myndin sem að meistari Stebbi setti hérna áðan? Ætli ég að fara að bakka bara? Nei. Já, hérna hún. Haldið þið að þessi mynd sé eitthvað tilviljun? Hver hérna á myndinni? Hver þetta hérna? Nú ekki búið að setja nafn. Hvaða nafn, hver þetta? Þetta skildi þó ekki vera einhver gaur frá Úkraínu. Það? Þið áttu ykkur á því að Stebbi chill, sko. Af hverju var ekki fjallað þennan gaur af Reykjavík Media? Af hverju var það ekki? En þið sem ætlaði að fara niður á Austurvöll, þá þetta hér formleg aðvörun til ykkar. Ef að þið farið niður á Austurvöll, þá það ykkar eigið karma sem verður ykkur að voða. Já, forseti Úkraínu, einmitt, sko. Að þetta skólabókardæmi sem í gangi hérna. Þið þurfið ekki mikla hertæknivísindi til þess að skilja þetta. Þið áttu ykkur á því að þessi lagabreytingar eru búnar að vera í gangi frá því 1995, sko, eða fyrr. Já, sko. Það búið að breyta lögum á Íslandi þannig að einn maður á Íslandi getur bara hleypt hersveitum til landsins og málaleiðum og alls konar leiði. Og ég skora á menn að rannsaka hvaðan innflutningspappir að tengda þessum hergagna innflutningi núna.
Hver ákvað að orrustuþotur allt í einu farnar að sveima yfir Íslandi núna? Með hvaða heimild er það gert? Svei mér það, ég veit ekki hvort það breytir nokkru, hvort að fólk taki sér rólega eða með ofsa eða ég meina, skiptir það einhverju máli fyrir nautin í hringnum hvernig þau taka á málum? Skiptir það einhverju máli? Þau bara hlaupa eftir sínu eðli. Og það er það sem er átt við með þessu eðlufólki eða eðlu reptilian brain. Þegar verið að tala um eðlur og eðlufólk og eitthvað svona, þá verið að tala um heilastöðuna sem er aftast í heilanum og það sem heitir reptilian brain. Og reptilian brain bregst bara við. Hún hefur enga visku eða lógiska hugsun. Hún bregst bara við áreiti, sko. Og nautakenningin fittar ekki við þetta dæmi. Hún bara smell passar, sko. En ef þú skilur ekki eitthvað sem verið að segja þá þetta bara passar ekki við þetta dæmi, sko. Ég er ekki sammála því, sem sagt. Ég tala þetta steinleiki. Og já, það er sem sagt stríð á Íslandi. Síðasta stríð á Íslandi var ekki Sturlungaöldin. Það var tilraun norskara kónga að yfirtaka Ísland. Komið rópsyndrom. Það var ekki að koma í heimsókn, Guðjón, hvað er þetta? Kaffið ekki nógu gott hjá mér? Ég er að vera búinn bara á, ég hef ekkert meira um þetta mál að segja, þetta er svo borðleggjandi. Og síminn bara þagnar sem þögnir og samþykki, það er allir sammála því sem ég búin að vera að segja þetta. En þetta er náttúrulega allt sem bara samsæriskenningar. Og ég er náttúrulega vona að ég hafi ránt fyrir mér með allt. Þið áttið ykkur á því. Ég er sannarlega vona að þetta sé bara, við búum í útópíu. Það er ekki einhver staður sem gott er að búa á. Hvernig flytur maður til útópíu? En annað, sko, ég skil ekki alveg hvernig ok, það ætlar enginn að mæta hérna hjá mér í kvöld, það er góðu lagi, ég klára mig á þessu, ég er fullorðinn strákur, fullorðinn maður. En ég vantar myndin áttur hérna, ég þarf náttúrulega bara að downloada henni. Hvernig get ég stutt einhverju stjórnmálaöfl þegar ég er búin að lýsa því yfir að þetta eru skipulag glæpastarfsemi? Hvenær fóru þeir síðast í stríð við Ísland, Guðjón? Hvenær var síðasta? Voru það ekki Sturlungaöldin var innanríkisdælur tengdar, ekki rétt skilja hjá mér? Það er innanríkisdeilur tengdar Norðmönnum. 2008. Guðjón er snillingur. 2008, 1975, 1944, 1809. Ég er nefnilega ekki svona detail-gaur, sko, þannig að það er að fara að tala um detaila við mig og þá bara því ég get bara farið á Google og fundað eða hringt í Guðjón, sko. Þannig ég þarf þess ekkert. En já, var Tyrkjaráni líka innrás, þannig að við erum vöndu vinna vanir menn, við verðum snögg að hrista þess að fá þetta af okkur. En þetta er mynd dagsins. Þessi mynd er mynd dagsins, aldarinnar.
Sjáið þið ekki propagandað í þessari mynd? Sjáið þið ekki stríðspropagandað í þessari mynd, í alvöru? Smekklegur félagsskapur. Þetta er nú svolítið smekklegur félagsskapur ef þú hitt og heldur, sko. Já, Stebbi vaknar aldrei, hann er sél. Því miður. Hvað finnst þér um þessa mynd hérna til dæmis, Stebbi? Telurðu þessa mynd eðlilega? Sérðu ekki stríðsáróðurinn í þessari mynd? Jæja, ég fer að hætta. Ég ætla að vera með enska útsendingu á eftir. Þetta er einhvern hálftíma, klukkutíma eða eitthvað. Og hérna Sástu Kastljósið í kvöld? Ætlar þú að mæta á morgun eða ætlarðu bara að væla áfram á Facebookinni? Já. Já. Þetta eru ljótir leikir, þessi nautaöt. Ég er ekki talað um það sem dýraníð, að vera með fólk í nautaat, nei, að vera með naut í nautarati. Er þetta þá ekki mannanna níð, að vera með menn í þessu? Ég meina, og þið sjáu líka annað, sko, að þarna er stillt uppi, það eru bara 2 ástæður fyrir því að fólk er með peninga í skattaskjólum eða aflandseyjum. Það er til að leyna eignarhaldi eða til að komast hjá sköttum. Það getur bara verið fullt af öðrum ástæðum fyrir því að fólk sé með peningana sína eitthvað út um allan heim. Til dæmis ferðu bara í bankann og spyr, heyrðu, ég á hérna 800 milljónir, hvernig er best fyrir mig að geyma þetta og tapa því ekki? Bankinn og svo er annað, já, það er annað sem hefur ekki verið talað um og ég hef oft minnst á, það er skipulögð glæpastarfsemi bókhaldsfyrirtækjanna, Deloitte og KPMG og hvað þau heita öll þessi fyrirtæki. Þessir gaurar eru lykillinn að öllu bankahruninu til dæmis. Þessir gaurar bara kvittuðu upp á alla ársreikninga og allt. Og þessir gaurar eru prima mótus líka í áratuga skattsvikum eins og Álfrisana og stóru erlendu fyrirtækina sem að bara fá orkuna hérna frítt. Hvers vegna hefur Reykjavík Meti ekki fjallað um það? Hvað verður þá peninga? Og þess vegna til dæmis held ég að það er oft sem að fólk, sko, Nordal, ráðherrann, hún er í þessum spuna núna til þess að verja hana. Af því að það mengi þarna megin er alveg á kafi í þessum hérna virkjana þjófnaði, sko, sem búin að vera í gangi í áratugi, sko, eða bara frá upphafi. Og hérna, hvers vegna hefur Reykjavík Meti aldrei fjallað um það, eða Kastljósið eða þessir skrújú fábjánar? Af hverju eru ekki fjallað um það núna?
Af því þið sjáið að það taktískt verið að fletta upp gögnum sem henta ákveðnu markmiði. Það ekkert verið að opna Pandóruboxið og taka á skipulagðri glæpastarfsemi á Íslandi sem að heitir valdstjórnin. Það enginn að gera það neitt. Þetta eru bara svona einhverjar, já eins og segja, þetta eru bara spunar og kjaftaði. Já, ertu að verja elituna? Já, einmitt. Ég tek eftir því að menn eru stundum að strauja yfir mig og eins og þarna á þessum Harmageddon þætti síðast til dæmis og oft á Facebookinu eða hvar sem það þá byrja menn bara að strauja yfir mig einhverju vitleysu, já þú ert bara þetta og þú ert hitt og þú svona og þú hinsegin. Svo spyr ég, ertu búin að horfa eitthvað á þættina mín á Frelsi TV? Nei, ég þarf þess ekkert sko. Nú, athyglisvert. Og á ég að taka eitthvað mark á þér þá eða? Til þess að akkurri hefur RÚV bara það við það að ég hafi aðrar skoðanir á Íslandi. Akkurri RÚV aldrei tekið viðtal við mig til dæmis. Aldrei. Bara aldrei. Akkurri eru þeir núna með eitthvað svona horfið á þennan þátt aftur á skirpinu þeirra þarna. /skirp. Þeir eru með eitthvað svona samsæringa sviðsmynd fyrir alltaf. Þú veist. Og allir eru nú bara svo reiður. Þeir eru hálfvitar. Heimskingjar, fíbl og fábjálar og þið bara hreinlega uppskerið það sem þið skilið. Það það sem í boði núna. En sé ykkur að koma inn núna og skilja ekkert hvað ég að tala ef þú skilur ekki hvað markmiðið með aðgerðunum þá þarftu bara að byrja að horfa aftur. Hvað ég búin að vera lengi? 1,5 tíma. Já, 1,5. Ég ætla að láta þetta gott heita í kvöld og ég ætla að vera með enska útsendingu eftir. Þetta hálftíma kannski, korter eða eitthvað með því ég búin að tala við fjölskylduna þess. Og ég ítreka það að ég má búast við einhverju, maður bara má búast við hverju sem Ég geti verið bara handtekinn hér eða eitthvað. Svíar eru greinilega og Normenn og Danir eru á kafi í þessari hernaðaraðgerð gegn Íslandi. Og horfiði á alla hina hrækamanna í viðtalinu í Alþingishúsið og það greinilegt sko að flokkar eins og Sjálfstæðisflokkurinn mun rifna á hol við þetta, fara í tvennt sko. Og kemur í ljós að Brussel-mellurnar og Kana-mellurnar eru á sama meiði af því að höfuðstöðvar Brussel Kananir eru þar með höfuðstöðvar sínar í Evrópu. Þannig að það sama fólkið, það ágætt að kalla þetta Kana-mellurnar og Brussel-hórurnar. Og takið eftir öllum blaðamönnunum, gömlu blaðamönnunum sem eru búin að vera í blaðamennsku allt sitt líf, eru komin á 60-70 aldurs. Þeir eru allir með í þessum spuna. Hvar voru þeir þegar að verið var að yfirtaka kvótann í landinu? Hvar voru þeir þegar að verið var að gefa bankan og gefa Landssímann og gefa allt til elitunar? Og svo að baku þá stendur náttúrulega erlend elita sem að étur allt upp sko. Og það það sem að menn skilja ekki við nóttina löngu hnífa. Nóttina löngu hnífa þegar að herveldið, Rómverjarnir eða Evrópubandalagið og NATO og co. Þegar þeir eru komnir í ákveðna aðstöðu þá kemur að nótt hinna löngu hnífa.
og þá eru allir þessir svikarar teknir út. Þeir sem í landinu búnir að eru svona nytsami fábjánar einhverjir, og það allir þessi stjórnmáladruslur og þessi valdstjórna glæpamafía, þeir eru teknir út. Þetta allt saman eldgömul gamlar uppskriftir. Það ekki eins og að hernaðarfólk hafi einhverja sköpunargáfu, sko. Þeir bara fylgja alltaf sama handrinu aftur og enginn að það æðstfaldurinn inn á Ísland, sko, það bara Ísland alveg bara halleluja, heilagt í himninum eitthvað, veist. Nú, Ísland bara á rosalegt landsvæði upp í norðurskautið og í alla trissur, sko. Ísland bara, veist, það allir Íslendingar skriljónamæringar, sko. Það bara gleymdist að segja þeim að þeir eiga arfinn, og nú eru þessar erlendu aðilar að ræna arfinum. Og til þess að gera það, þá eru spilið hérna einhverja lás í svona divide and conquer aðgerðir og problemur í, veist, það bara, þú veist, oh my god, sko. Hérna, ef að þið ef einhver sem hérna á vinalista mínum eða einhver áhorfandi eitthvað svona ætlar að mæta á morgunir á Austurvelli, einsamlega bara burt með þig, ekki koma nálægt mér og mínum miðlum, eða ekki vera hérna á vinalista hjá mér, eða það drullaði bara í burtu, heimskingiðin. Og hérna, ég held að ég láti það vera loka orðin í kvöld. Ég verið mjög mjúkmæltur í kvöld, eða ekki. Það verið svona frekar auðveldur þáttur að melta. Og hérna, og hér hefur rampað inn tölvört af fólki sem skilur ekki einföldustu tegunda myndlíkingum. Þannig heimskingum ekki við bergandi því miður. Og hérna, alla batteri, þannig nú það. Þetta alls haferi. Já, það að koma, það bara að horfa á replay, það hægt að spóla fram og aftur að þessu. Og hérna, ég má líka búast við útsendingatruflunum, þið áttu ykkur á því. Ég má búast við truflunum á útsendingum. Og hérna, já, var ekki voru gerðir ykkur þættir greiðslur til Kapteinn Pírata úr amerískum stúdíum? Akkur var hún byrjuð að vinna hjá NATO 5 mínútum eftir að hún fékk eitthvað alþingis eitthvað? Akkur hún allt í einu farin að vinna hjá NATO og hvað það? Veist, fólk ekki það sem þið haldið að sé. Þið verðið að hugsa þannig, ef að fólk að vinna hjá Evrópubandalaginu eða NATO eða hefur verið í tengslum við þessar leyniþjónustur upp á Laufásvegi eða hvar þær halda til húsa, það þarf að hafa fyrirvara á því liði, sko. Og hérna, ég hef nú verið nokkuð sannspár framvindumála. Það látið ekki koma ykkur óvart að í hádegisfréttum á morgun verið tilkynnt að Landsvirkjun hafi verið yfirtekin af einhverju fyrirtæki í Tortóla, eitthvað bara, það verður bara haldið áfram út leið drullið, sko. Og þá bíða vélbyssusveitirnar eftir ykkur. Good luck with that, sko. Herðu, takk fyrir komuna. Ég bið Guð að blessa Ísland og ég vona að þið takið orð mín í réttu samhengi. Ég að þessu vegna umhyggju fyrir fólki. Ég vil ekki að fólk skaðist. Það ekki dýrmætara en lífið. Og því betur sem ég kynnist fólkinu, því vænna þykir mig hann Jesú minn, þegar hann sá í gegnum þetta allt saman. Hvort sem hann var nú hugmynd eða karakter eða persóna eða með nafn og kennitölu, það aukaðatriði. En hérna, þetta orrustan Ísland. Hún í gangi núna. Og
endilega munið að styðja Frelsi TV ef þið hafið einhvern möguleika á því. Og ef þið eruð blönk eða ekki peninga, ekki senda mér neitt. Það er bara fyrir þá sem hafa tök á því. Ég tel að ég sé að vinna mikilvægt starf og það er náttúrulega bara mín skoðun. Greinilega allir á allt annarri skoðun. Allir meina það. Ég skora á ykkur líka að horfa á þættina með honum Guðjóni Hreynberg. Ef þið setjið Hreynberg inn á YouTube leitina, þá finnið þið báða rásina hans, Gael Hreynberg og Guðjón Hreynberg. Og ég verð með enska útsendingu eftir. Takk fyrir, verið sæl.